Ég ætla að fara hér nokkrum orðum stjórn og stjórnir íslensku hljómsveitarinnar. Í upphafi starfsins skrifuðu nokkurir valinkunnir karlar og konur undir skjal þess efnis að í aðsíi væri stofnun íslensku hljómsveitarinnar og við undirritun þess skjals styddu þeir þann gjörning. Og það er mynd af því skjali hérna fremst í þessum þætti. Þá liðu nú nokkru mánuðir. Ég þurfti að ljúka residens í Bloomington, kom svo heim og skipaði undirbúningsstjórn og það var allt mjög gjörfilegt fólk. Það er einnig hægt að sjá mynd af því öllu fremst í þessum þætti, ef ég man rétt. Og sá hópur hélst nánast óbreyttur undir minni formennsku í 5 eða 6 ár, en þá lentum við í andviðri peningalega og þá stukku sumir frá borði og af þeirra ástæðu og einnig af öðrum og persónulegri ástæðum. En stjórnin var þá 3 manna eftir það og allt til enda. Hvað gerðist eftir að ég hætti störfum og tók við störfum hjá Ríkisútvarpinu, það veit ég ekki. Ég lofaði að ég skildi ekki skipta með neitt af starfi íslensku hljómsveitarinnar eftir ég var komin í þetta háa herrans embætti að því talið var, og þar leiðandi fylgdist ég ekki með hvað var að gerast það sumarið. Og hverjir tóku við. En svo kom upp úr dúrnum að það tók enginn við, að því virðist. Maðurinn sem ég bað að tæki við að mér, hann sást ekki á Fríkirkju við 11 í okkar skrifstofu, þar sem okkar skrifstofuhald fór fram, og endaði með því að við vorum beðnir, eða hljómsveit var beðin að flytja út, og þá lenti ég nú heldur betur í því, því að hvorugu þessara manna sem voru eftir í stjórn höfðu skipað nýja stjórn eða gert neitt sem gæti heitið formlegt. Halda bókhald, halda fundi, halda fundagerðir og svo framvegis. Það stoppaði bara allt daginn sem ég fór. En ég get þó glatt sjálfaði mig með því að þann dag átti íslenska hljómsveitin hún peningabanka. Hún skilaði sem sagt hagnaði undir minni stjórn og það verður að teljast nokkuð gott og ég segi sjálf frá. Og það voru nokkur 100.000 sem voru heilmikli peningar í þá daga. Ég veit heldur ekkert hvað var þá peninga, af því að ég hef
ég sagði það með prókurahafarétti og öllu. Ég sagði mig frá starfseminni, en eins og ég sagði áðan, þeir sem tóku við aðhöfðust ekkert eftir það sem að ég veit og ég er búin að held að segja frá því helsta sem að ekki var gert. Ég læt þessu svona sorgartali lokið því að þarna fór 10 ára starf fyrir bí og fullt af fólki sem hefði reitt sig á fastar greiðslur frá Íslensku hljómsveitinni var nú bara atvinnulaust að því leyti til. Og það þótti mig vont. Fyrir utan það hvað mikil þekking fólst í þessari starfsemi og hvað hefði verið mikil svirði að halda þeirri þekkingu við og byggja á hana en ekki brjóta hana niður. En við skulum bakka 5 ár þegar hljómsveitin hélt 5 ára afmæli, eða 5 ára afmæli, þá ákvað ég að skrifa bara á hressilega skýrslu, stóra og mikla, bæði til að sýna hvað hefði áunnist og í smáatriðum og eins við hverju mætti búast af þessari hljómsveit ef fram héldi sem horfði. Og þetta átti þarlegandi að vera hvatningarskýrsla. En allt sem þar var sagt var satt og rétt og sýndi alveg ótrúlega rekstur. Og ég get nú ekki fara að hæla mér fyrir það núna svona ofnbellega. En það var allt lagt í þessa hljómsveit sem að tími og afl leyfði. Þeir sem að vilja kynna sér þessa skýrslu geta nú lesið hana. Hún kemur í einni bunu, ég held að sé 10 sekúndur á blaðsíðu, þá var þetta hægt að stöðva tölvuna og lesa það sem þar stendur. Þá held ég þessari frásögn Íslensku hljómsveitinnar lokið. Ég snert á ýmsum atriðum sem ég hefði viljað kafa miklu dýpra ofan í. En þetta nú orðið bærilega gott að sinni. Ég vona fólk að alveg sérstak ánægju að lesa skýrsluna.